njósnatölvan sem fannst á Alþingi að hvað kom úr þeirri rannsókn. Já, Og hvað kom úr þeirra rannsókn? ég veit það ekki, ég veit bara að ég er sakborningur og Aha, mér hafa tjáð það Já. einhvern tímann, ég veit ekki hvað sé rétt, sko, en þannig en ég held að þeirri rannsókn sé ekki ennþá lokið og það sem að gerist þar er að það finnst tölva og þetta er mér sagt þetta, við skulum hafa það næstu því á hreinu já, og að það finnst tölva við hliðina á svona ljósritunavél og hún er tengd við netið og með Cat5 tengli og tengd við rafmagn. Þetta er lítil svört svona EEPC tölva sem var keypt á 49.000 tölvuteki Borgartúni. Ég veit ekki hvort löggan viti það og hún er með það markmið að njósna um Alþingi. Svo eftir x langan tíma þá átta menn sig á því, heyrðu, þessi tölva á ekkert að vera hérna. Og meðal gagna í þessu máli er að lögreglan finnur aðgangskort þegar hún handtekur mig í lekamálinu sem að gekk að Alþingishúsinu. já, Og þeir gera þau mistök að þeir taka tölvuna úr sambandi við rafmagn. Og tölvan er þá bara forrituð til þess sem hún missir rafmagn að eyða sjálfur sér. Og það getur hver sem sagt til það sem að vinna við rannsóknir tölvubúnaða að þú bara það síðast sem hún gerir er að taka búnaðan úr sambandi. Og þessi tölvu tekin og rannsökuð, það finnast engin raðnúmer á henni, hvorki á móðurborðum eða undir henni eða neitt og þannig að málið bara einhvern veginn hverfur, sko. Og það er ekki fyrir en að Morgunblaðið birti svo janúar 2011 held ég að tölvan hafi fundist og að ég sé með stöðu grunaðsmanns og blaðamaður sem að ég átti í samskipti við hafi notað mig til þess að fá gögn og meira og svo gerist það að þessi blaðamaður á Morgunblaðið, Agnes Bragadóttir, að hún lendir í því að hún hefur bara ekki rétt fyrir sér. Fyrir það fyrsta að það var enginn sem þvingaði mig að labba til blaðamanns og láta hann fá gögn, sko. Það var enginn sem þvingaði mig til eins. Ég var 17 ára og hún var með uppi þessar aðdráttanir í garð Inga Freys Vilhjálmssonar. Já. Og í framhaldi fer Ingi Freyr í mál við hana og Morgunblaðið. Já. Nema það að daginn áður en að þetta fer fyrir dóm að þá hringir Agnes í mig og ég stend niður í bæ og hún hringir í mig og segir við mig ef ég mæti ekki fyrir dóm og vitna henni í hag að þá muni hún leka því markvisst í fjölmiðlum eða hvað sem er að ég væri að fela það að ég væri samkynhneigður. Og Var þá, þú varst ekki komin út þá eða? Nei. Það var svona eitt mitt stærsta leyndarmál sem að ég geymdi mjög vel, sko. Og núna er öll mín leyndarmál úti þannig að það skiptir ekki máli, sko. Og þér hefur þá brugðið við það að hún hafi hótað því eða hvað? Að sjálfsögðu, þú veist, þarna erum við að tala ég er 18 ára held ég að þegar hún hótað mér og að mitt dýpsta leyndarmál sem að ég hafa að geyma, hún var að hóta því ef ég færi ekki fyrir héraðsdóm og segði allt sem hún segði væri rétt, að þá myndi hún birta þetta. Og beygðuð þið undir það þá? Gerði eins og hún sagði eða? Heyrðu, nei, ég á þessum tíma var Kristinn Hrafnsson ágætis vinur minn og ég hringi í hann og segja honum hvað hafi gerst og ég ætla svo sem ekki að endurtaka hvað hann kallaði Agnesi en hann sagði mér bara að hunsa hana og ef ég myndi gera þetta þá myndi hún aldrei stoppa, sko. Já, mitt. Og það var svona eiginlega þá sem að ég fattaði það ef einhver er að fjárkúa þig að ef þú beygið undir það þá mun það aldrei stoppa. Þannig að ég tók bara það ákvörðun að í þessi tilfelli að þá yrði bara betra að hún myndi henda mér undir rútuna og við myndum dýra við þann pakka þegar að því kæmi, sko. Ef að blaðamaður gerir þetta við 18 ára ungling, að kona sem er virtasti rannsóknarblaðamaður landsins, hvað gerir hún þá aðra? Og hvaða starfshætti er hún þá að stunda? En þar komum við svolítið inn á þetta með njósnir á Íslandi að alveg sama hver var sá sem setti tölvuna hana, hvort það var Íslendingur eða hvort það var Kínverji eða eitthvað annað, að það sé ekki komið niðurstaða í það
er skelfilegt. Af því þannig erum við að tala tölvu sem hafði það hlutverk að njósna eina valdamestu stofnun landsins, Alþingi Íslendinga, og þetta bara taka niður. Þú veist að þessi tölva var keypt í Tölvutek á 49.900. Já, já, það verra. Hvað, en þú varst yfirheyrður, eða ekki? Aldrei. Varst aldrei yfirheyrður? Nei, ekki þetta. En þú veist samt á lista yfir grunaða? Já, samkvæmt morgunblaðinu. Þá var ég með stöðu grunaðsmanns. Já, Agnes Bragadóttir skrifaði það. Já. Og var aldrei að tala við þig samt? Þetta? Já. Á lögreglunni? Já, sko. Ég var ekkert tímann að sækja dót sem ég átti hjá löggunni og ég mæti niður á Rauðarárstíg að sækja þetta. Og löggan afhendi mér aldrei tölvuna mínum tilbaka. Fyrir það fyrsta þeir hafa aldrei komist inn í þær. Og þannig að þeir eru svona, ég segi svona alltaf í djóki við lögmanni minn að þeir séu bara í áskrift af tölvunum mínum. En þannig var ég að sækja dót og þá rannsóknarlögreglumaður situr inn á skrifstofunni sinni og kallar mig inn á skrifstofu til sín og segir loka hurðinni. Ég segi, hvað nú? Og ég loka hurðinni og hann horfir svona á mig. Hann segi, tölvan á Alþingi. Ég verð að vita það. Ég segi, kom hérna, já, mér bara alveg saman þú gerði það, gerði ekki, ég bara verð að vita það. Ég segi við hann, já, ég veit bara ekki hvað það tala um. No comment. Já, og það svona það eina sem að ég verið yfirheyrður út í það, sko. Já, það merkilegt. Tölvan keypt, sko, í janúar 2010 og finnst held í mars 2010. Já.